2 ár síðan að stóri bróðir þessa bíl, Honky EOS 9, kom til landsins. Sá bíl var töff, sá bíl var cool, hann var athyglisverður. Þessi Honky EOS 7 það líka. Þegar ég sá myndir af þessum bíl í fyrsta skipti á netinu, þá hugsaði ég, ok, annar kínverskur rafmagnsbíl sem að plumma sig sennilega ágætlega í borginni og ekkert mikið meira en það. Hann mun sennilega falla í gleymskunnar dá með tíð og tíma. En svo labbaði inn í umboð og sá hann bíl með eigin augum og ég skipti snarlega skoðun. Þessi bíl hefur fáránlega mikinn presens. Hann er miklu stærri en þig grunar þegar þú sérð hann á mynd. Og ekki bara utan, heldur að innan líka. Ég hef ekki séð bíl í þessum stærðarflokki, í þessum verðflokki, sem að býður upp á jafn mikið pláss og þessi bíl gerir. Til dæmis að þá plássið frá hnjánum að mér að ökumannssætinu, sem nota bene í minni ökumannsstillingu, vel rúmir 30 cm eða svo. Ég get meira þess að verið með krosslagðar fætur hérna aftur í, án þess að það sé nokkuð óþægilegt. Svo líka plássið frá skallanum að mér upp í panoramaþak, það vel yfir 15 cm. Þið getið næstu ekkert sparkað í aftursætið hérna og þið setið alveg útrétt. Nei, ég kann það. Þú getur það, já. Þetta er Messi, já. Heyrðu, ertu búin að gera Messi? Ó, nei. Skottleirinn á þessum bíl, hann sjálfvirkur. En þetta ekki svona sjálfvirkni þar sem þú þarft að veifa fæturum hérna undir til að láta hann opnast. Nei, heldur þú kemur að bílnum, þá opnar hann sig, það kemur svona lítið ljós á jörðina, þú stígur þar og þetta einhvern veginn betra en að veifa fæturum hérna undir þessu bjáni, út af því að þú setur bara fótinn hérna niður og ef það virkar ekki, þá lítur ekki út eins og kjáni sem að reyna að sparka í skottið á bílniðinu. Það feikin og pláss í skottir á þessum bíl eða 643 lítrar. Svo frammi undir húddinu, það líka fullt af plássi. Eins og sést að þá nóg pláss í framskottið þessa bíls fyrir 1 6 ára dreng. Það sem mest sturlað við þennan bíl, það það að hann hefur einhver 619 hestöfl og 756 Nm á togi. Hann getur farið frá 0 upp í 100 á 4,1 sekúndu. Og pluss allt þetta, að þá bílinn líka fjórhjóladrifinn. Og það galið ef þið hugsaðu til það að bílinn kostar ekki nema 7.890.000. Og svo þegar þú komið með styrk frá Orkusjóð, þá kostar hann ekki nema 6.990.000. Og inn í þessum tæpu 7 milljónum færðu líka hita í öllum sætum að framan og aftan. Þú fær kæld framsæti fyrir bæði bílstjóra og farþega frammi. Einnig færðu nudd í framsætum fyrir bílstjóra og farþega frammi. Bíllinn kemur á 21 tommu álfylgum sem eru mjög flottar og líta eiginlega langbest út þegar bíllinn á ferð. Svo kemur hann líka með rauðum bremsudælum sem að gefur þetta litla auka og það endilega að líta út eins og hann sé pínu sportlegri en hann kannski á að vera. En ég meina bíllinn jú með 619 hestöfl, þannig að kannski þarf hann á rauðum bremsudælum að halda. Bíllinn eiginlega fallegastur frá þessu sjónarhorni, eða 2/3 sjónarhorninu aftanfrá. Hann jú tvílitur, svartur á ofan, hvítur á neðan og svo kemur hann með þessum blacked out bremsuljósum hérna aftan, þessum spoiler hérna á skottlokkinu sem að fær bílinn til að líta einstaklega vel út. Sjálfvirk handföng. Soft close hurðar. Svo líka töffa mælaborðið í þessum bíl, það pínu sveikt. Stýrið í þessum bíl, það ekki hringlótt, en það gott að halda í það. Efnið í mælaborðinu á þessum bíl mjög fallegt, ekkert glossy svart vesen hér. Hérna ekki að vera að festa nein fingraför á mælaborðið. Endar eru öll efnið í þessum bíl bara einstaklega mjúk og vel gerð. Það engu til spara sem einstaklega skrítið þar sem að þú ert að spara við að kaupa þennan bíl. Velkomin í þáttinn. Í dag við að fjalla Honky EOS 7. Svo getur maður búið til sín eigin skilaboð fyrir þann sem að fara að keyra. Þetta aldrei leiðilegt að þetta væri fjölskyldubílinn. Hljóðkerfið í þessum bíl líka algjörlega sturlað. Það með 19 hátölurum, svo það með 8 tommu bassakeila aftan og það hljómar svo vel að það nær engri átt. Það ekki merkt neinum framleiðenda sem að gerir það eiginlega nettara. Það eins og þessi búið að debadja hljóðkerfið. Við erum líka að tjekka á bassabóksinu. Hvernig víbrar kvikindið maður? Dragnið þessa bíls einhverjir 460 km og hann með 85 kWh rafhlöðu. Hleðslutími þessa bíls ég ekki viss, ég tjekkaði ekki á því og það eru tölur sem ég hef ekki lengur áhuga á og rafmagnsbílar eru bara rafmagnsbílar og þeir eru allir keimlíkir þegar kemur af hleðslutímum og eitthvað svoleiðis. Þannig þangað til að ykkur getur full hlaðið frá 0 upp í 100 á 10 mínútum að þá hef ég ekki áhuga. Bíllinn getur samt tekið við 250 kWh hraðhleðslu ef að þú ert með aðgang að svoleiðis stöð.
Framvindir á þessum bíl ekki uppáhaldsliðið mín, en hún alls ekkert slæm samt heldur. Hann með þetta smáatriði hérna, þessa rauðu rönd, og þetta jú honky og það þýðir jú rauði fáninn á kínversku. Svo eru framljósin líka mjög flott. Þau minna á eitthvað sem að Lexus getur bara verið stoltur af, held ég. Tæknin og afþreyingarkerfið í þessum bíl úr ansi ofalegri hillu líka. Það ekkert lagg eða ekkert til að kvart yfir. Kannski flókið að finna út úr svona til að byrja með, en það kemur ansi fljótt leið og þú byrjar að læra á það. Þetta svona svipað og að læra á nýjan snjallsíma. Það annað sem að gera hennar bíl einstaklega góðan í innanbæjarrakstur. Það það að hann kemur með alls konar innbyggðum öryggisfítusum eða svo kölluðum pre-collision assist. Til dæmis, ef að bílnum finnst þú vera aðeins svo nálægt næsta bíl að þá bingar hann eða bongar á þig, og ef þú ferð enn nær en það að þá bremsar hann automatist fyrir þig. Svo hann líka með emergency steering assist. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir, en ég gerir ráð fyrir að ef þú ert að fara að klessa á bíl eða vegfarenda, að þá beygir hann fyrir þig. Öryggisatriði sem að ég ætla samt ekki að prófa í rauntíma út af því að skulum bara gefa okkur það að þetta virki. Einnig kemur bílinn með 5 ára verksmiðjuábyrgð og 8 ára ábyrgð á rafhlöðunni, sem mjög gott fyrir vörumerki sem að Íslendingar kannski þekki ekki of mikið. En það skal tekið fram að Honky elsti bifreiðaframleiðandi í Kína. Hann hefur verið að framleiða bíla síðan 1955 plus mínus cirkabát. Þannig að þetta ekki eins og þetta séu fyrstu bílarnir sem að Honky framleiðir. Eitt áhugaverðasta við afþreyingarkerfið í þessum bíl, það það að eitt af uppunum Napster. Ég vissi ekki að Napster væri ennþá til. Ég hef ekki notað Napster síðan árið 1999. Ætli Lars Ulrich viti að þessi bíl sé með Napster?